Áfram höldum við hér í föstudagstætti N4. Norðurorka, sem orkufyrirtækið á Eyjafjarðarsvæðinu, vinnur metan úr hauggasi á gömlu sorphaugunum á Glerardal, rétt ofan við Akureyri. En Akureyrarbær langstærsti eigandi Norðurorku og bærinn hefur nú nýverið samið kaup eða afhendingu á 3 nýjum metanstrætisvögnum. Guðmundur Haukur Sigurðsson framkvæmdastjóri Vistorku og Sigurður Ingi Friðleifsson framkvæmdastjóri Orkusetus. Þessar fréttir að það sé að koma 3 nýjir metanstrætisvagnar svona í umhverfislegu sjónarmiðið, þá hlýtur þetta að vera jákvætt eða hvað? Gríðarlega, þetta náttúrulega margþætt, jákvætt á margan hátt. Við náttúrulega nýta hérna okkar eigið eldsneyti, sem náttúrulega mjög jákvætt. Það umhverfisvænt, það kolefnishlutlaust, getum við sagt. Það hérna, við erum að endurnýta eitthvað sem annars myndi leka upp í lofti sem metan. Og síðan erum við náttúrulega þá að spara gjaldeyri og allt það sem fylgir. Þannig að þetta náttúrulega bara frábært skref. En maður svona spyr sig, metanbílarnir, verða þeir í framtíðinni eða það rafmagnsbílarnir sem að taka við? Já, bæði metanbílarnir eru mjög góður kostur og vonandi verða svona sem eitthvað 5–10% hlutfall af flotanum til framtíðar. Ótrúlegir kostir við metan bílarna eru ýmsir að þeir eru ódýrir. Þetta ódýrustu bílarnir sem færð. Og það vita því miður ekki allir að flestir metanbílar eru raun og veru tvinnbílar sem geta bæði keyrt á bensíni og metan. Þannig að þú verður aldrei orkulaus þó að sé eitthvað langt í ykkur metanstöð. Þannig að þetta svolítið gott tækifæri að nýta norrlenska orku og þetta er alltaf gaman að geta skipt yfir það og miklu umhverfisvænni. Og sérstaklega gaman með strætóna því að strætónotkun per se umhverfisvæn að minnka notkun einkabílsins. En þegar þú ert búin að tvöfalda það með að hafa hann líka á umhverfisvænni orku, að þá er þetta náttúrulega orðið mjög áhugaverður kostur til þess að draga úr útblæstri að minnka verulega notkun einkabílsins og fara í strætó sem ókeypis. Þetta er náttúrulega mjög sérstök staða að vera bæði þá bráðu með umhverfisvænni orku og ókeypis í strætó. Ég ekki viss að það sé víða sem þú kemst í það. Í nýrri ferðamálastefnu Akureyrarbæjar sem hefur verið samþykkt, þá talað að bærinn verði grænn og þetta þá innlegg, þetta þá innlegg í það allt saman. Já, kannski að sveitarfélagið Akureyrarbær og Norðurorka og Vistorka ég held að sé mikill árangur að nást í þessum málum. Það boðið upp á ýmsar lausnir fyrir Akureyringa og svona nærsveitamenn. Hér ágætis aðgengi að metani, þannig að fólk getur skipt yfir í metanbíl og eins og Sigurður segir, þeir eru ódýrir og síðan komið gott aðgengi að hraðhleðslustöðum fyrir rafmagn og þess háttar. Þannig að hlutverk sveitarfélagsins svona að tryggja að innviðirnir séu til staðar. Þannig að þeir sem vilja skipta yfir í grænni lífstíl, þeir geti það á mjög einfaldan hátt. Bara svipa eins og við gerðum með flokkun á lífrænu efni. Þar var bara kynnt einföld lausn, karfa, poki og allt og svona kerfið klárað að hálfu bæjarins. Þannig að þetta fellur allt inn í þetta markmið og bærinn og Norðurorka hafa gengið fram með þessu frumkvæði að reisa þessa stöð fyrir mörg hundruð milljónir, vitandi það að það var ekki einn metanbíll í bænum. Þegar stöðin reist, þá náttúrulega engin markaður. Þannig að hann þurfti að byggja hann upp leiði. Þannig að þetta ofsalega ákvörðun að fara út í þetta. En síðan náttúrulega bærinn og Norðurorka búin að fjárfesta í bílum, það komnir þó nokkrir metanbílar. Það þessi 3 strætór sem að koma. Það nú þegar 2, það sem í ferli þjónustu hjá bænum, svo kallar bensinsprinterar. Það nú þegar 2 þannig og eru 2 aðrir á leiðinni. Norðurorka með 7 metanbíla og bærinn búin að kaupa 1 metanfólksbíl. Þannig að bærinn og Norðurorka eru svona að fara af stað í fordæmi. En upp á haugunum metangasi sem að þar búið til, gæði metansins eða metan alltaf alveg eins eða þetta að tala gott og slæmt metan? Já, bara eins og góða og slæma olíu og bensín. Það ekki margir sem vita það að bensín ekkert saman bensín. Það alveg komið sendingar hingað til landsins af slæmu bensíni og svo framvegis.
En metani reyndar óvinni gott á Haugunum og en yfirleitt hann bara gott líka í Reykjavík en þetta fínasta gas og þetta eins og Guðmundur segir, kannski það skemmtilegasta við og áhugaverða við þetta að Akureyrarbær bara engin skylda að virkja þennan haug. Þetta svona hrein umhverfisákvörðun að fara í þetta umhverfisverkefni. Þeim að því að Haugur var þó ekki stærri en þetta að samkvæmt reglugerðum þá máttu við bara hafa hann eins og hann var á lokunum og safna engum. En hversu lengi endast sorphaugarnir þarna? Þetta væntanlega næstu 10, 15, 20 árin? Já, þetta 20-30 ár sem að þessi náma endist en svo raun og veru í pípunum öðruvísi metaverkefni hér að safna lífrænum efnum og ekki síst mikið hjá bændum í metanframleiðslu sem þá bara þannig sé sjálfbær. Það þá stöðug framleiðsla að því að það myndi alltaf koma inn nýtt lífrænt. Þarna kemur ekkert að búið loka haugunum. Þannig að þarna bara raun og veru gasframleiðsla fyrri ára verið að tappa út og það tæmist á endanum en ætlunin svo að vera bara með metanframleiðslu sem tæki við. Á meðan Eyjafjörður verður landbúnaðar hérað og þá sem sagt verður alltaf til nóg að kúa mikið til þess að búa til metan. Akkurat. Já, miklu möguleikar og miklu meiri framleiðsla en á Haugunum. En já, þessi verkefni sem að þið hafið verið í forsvari fyrir og þið talið mikið fyrir grænni bæ og svo framvegis. Hvernig finnst ykkur almenningur taka við sér? Þið með að nótunum? Já, það náttúrulega ofsalega margir sem eru það. En þetta eins og við finnum og ég búinn að vera núna í 1,5 ár hjá Vistorku að þetta náttúrulega stanslaus vinna að minna fólk á og fá fólk með í lið og við höfum verið svona undanfarna mánuði höfum verið að fara út og ræða við bara aðila hérna í bænum. Við erum til dæmis búin að heimsækja alla skólastjóra bæði í grunnskólum og leikskólum, funda með þeim, fara yfir hvað við erum að tala. Þeir erum að tala að flokka rétt og allt þetta og síðan erum við búin að fara inn og hitta kennara í 2 skólum, eigum eftir að hitta einn í viðbót núna og förum vonandi í alla grunnskóla bæjarins þar sem við förum bara yfir þessi mál hvernig, af hverju við erum að þessu, af hverju Akureyrarbær stefnir að vera kolefnishlutlaus bær, af hverju við erum að hafa fyrir því að flokka, af hverju við hendum ekki bara öllu ruslinu. Þetta eru umhverfis ákvarðanir og þannig að já, það eru ofsalega margir sem eru viljugir og vilja gera og það mikið spurt og það mikið gagnrýnt til dæmis að það ekki hægt að flokka ef maður í göngugötunni fyrir eins og fyrir ferðamenn átta sig ekki á því hvað við erum að flokka mikið á Akureyri af því þeir sjá þetta ekki fyrir sér svona á göngu sinum bæinn. Þannig að það eitt verkefni sem við erum að vinna í, hvernig við getum komið upp flokkunarstöðvum fyrir almenning eins og bara við strandlengjuna og í göngugötunni og annað. En eins og bara með stofnanir bæjarins að samningur Akureyrarbæjar við gámafyrirtækin til dæmis þannig að allar stofnanir bæjarins eiga að flokka. Þeim ber að flokka rétt, lífrænt, plast, pappa og allt frá. Þannig að bæði og, en auðvitað eru bara fullt af verkefni sem að þessum manni ætla í vinnunni þá. Þannig að þetta svona rétt að byrja í raun og veru? Já, maður segir það það sem að bara með stefna bæjarins raun og veru að skapa bæjarbúum öll tækifæri til að taka þessi skref. Ég held að það sé aðalmálið. Þannig að raun og veru verið að segja að taka afsökunina frá bæjarbúum og gera þetta ekki. Bara við fylgjumst með. Guðmundur Haukur og Sigurður Ingi þakka ykkur fyrir komuna og við höldum áfram hérna eftir smástund.